Þetta tölvan sem notuð til þess að búa til notendur, eða í rauninni skjárin, lyklaborðið og músin sem notuð til þess að vinna í aðgangskerfinu fyrir borgir, í hússtjórnarkerfinu og í símstöðinni og líka í servernum fyrir borgir sem sér netið í fundarherbyggjum og sér dreifingu netsins í fundarherbyggjum, það serverinn. Til að skipta á milli þá hér skjásvits. Númer 1 serverinn sem sér dreifingu, það þarf lítið að skipta sér honum. Númer 2 hússtjórnarkerfið og ég fer aðeins yfir það seinna. Númer 3 aðgangsstýrikerfið. Númer 4 símstöðin. Það notum við ósköp lítið, það ekki nema sé óskað eftir logg úr símstöðartölvunni að það farið í hana. Það ósköp sjaldan og það þarf ekki að ágjöra því. En við veljum sem sagt 3. Á skjáin kemur þessi mynd. Ekki hægt að byrja að vinna í aðgangskerfinu fyrir en myndavélakerfið hefur verið skotið niður. Það gert með því að setja bara inn password og íta á OK. Titan Security System heitir kerfið sem við notum og kerfið á yfirleitt að vera í gangi, það ekki nema tölvan hafi endurræst sig sem að það ekki í gangi, það bara tvísmelt á það. Það kemur upp gluggi sem óskar eftir notendanafni. Og passwordi og svo sagt bara OK. Ég læt passwordið á stað. Þetta kerfið. Við stekkum það upp í fulla stærð til þess að búa til nýja notanda og farið upp á stikuna hérna uppi og þar valið user, farið niður og valið user. Þetta viðmót kemur upp þegar maður hefur valið user. Maður fer með músina hér á það sem stendur new og ítir á new. Maður velur nafn á viðkomandi. Hérna stendur last name fyrst en við setjum fyrsta nafni þarna. Það upp á uppröðun þegar maður sækir lista. Skilir. Og eftirnafni fer svo í þar sem stendur first name. Maður setur inn símanúmer. Kennitölu viðkomandi ef hann gefur hann upp. Og hér í extension, þar setur maður inn passwordi sem viðkomandi velur sér. Hér setur maður inn PIN-kóðan líka, passwordið. Það sett bara í extension svo maður sjáu það, vegna þess að það hverfur þegar að það þegar þú ferð að skoða þetta aftur. Þegar þú þarft að leita að passwordinu fyrir notanda, þá getur alltaf skoða það hér. Þú flettir upp Jóakim Aðalönd, þá finnur hann þarna. Næst á dagskrá að setja viðkomandi í alarmgrúp. Hér hægrismeðlimaður velur add edit og við gefum okkur þetta sem kennari. Þá það númer 5, stendur hérna 5 kennari og maður velur OK.
Og door group, það eru hurðirnar sem viðkomandi kemst inn hægri smellir aftur, velur add edit og hér velur aftur 5 og svo segir ég bara OK. Nú sem sagt allt tilbúið fyrir notandan nema það þarf að útbúa kort fyrir hann. Stundum eru notendur með sín eigin kort, sem sagt háskólakortin, og þá bara setjum við aðganginn þeirra á þau kort. Ef þau eru ekki með kort, þá erum við með sérstök kort fyrir þau sem eru hér í skúfunni. Þetta grindin með kortunum og það eru til hérna 3 neglur og svo eru til hérna fullt af kortum. Og þetta kort á ekki verið þetta. Kort eða nögl. Sama hvort heldur það sama systemið við að búa þau bæði til. Ok, nú sem sagt erum við búin að setja bæði alarm group og door group, setja inn allar upplýsingar notendan. Þá það næst að gefa leyfi á kortið. Þá velum að flipa hérna card issue og maður þarf að kveikja á lesaranum. Maður gerir það með að íta á þennan hnapp hér, kveikja. Svo þarf maður að fara með kortið fram að lesaranum hérna inn í kompuna þar sem að tölvukælirinn og leggja kortið þar upp að. Ég geri það núna og það sést hvernig það verður breyting á. Þarna kom inn breytingin. Kortið lesið inn í kerfið. Þá þarf að slökkva aftur á lesaranum. Svo fer maður bara í user aftur, maður skoðar hérna, ok, þetta allt í lagi með notandan. Mjög gott að fara hér inn í comments líka. Skrá hér kort búið til 28.05.2012. Þetta auðveldar til muna þegar að farið yfir listan af notendum í húsinu að sjá hvenær kortin voru búin til upp á það að geta eytt út notendum sem ekki lengur í húsinu. Svo velurðu bara vista og þá þessi notandi klár. Eitt að lokum, áður en þú afhendir kortið, þá alltaf gott að prófa það. Þá það að prófa kortið. Og voilà, hurðin opnast og þú getur látið viðkomandi hafa kortið sitt. Það því að þú veist að það virkar.